komið í sæl, þetta kokkaþátturinn og mataþátturinn Eldhúsmeistarana. Við erum stödd á Hótel Ísafirði. Og aðalmaðurinn, það ekki? Nei, já, aðalmaðurinn á hótelinu, jú. Jú, aðalmaðurinn á Hótel Ísafirði og hann heitir? Ég heiti Daniel Jakobsson. Já. Maðurinn á bakvið Daniel Jakobsson, ég náttúrulega veit þetta allt saman en þetta svolítið svona skemmtilegt og ég þekki pappans, Séra Jakob sem var prestur hérna lengi og við komum hérna og nutum góðra veitinga og það kemur seinna líka þáttur kokkinn, fengum kokkinn til að elda fyrir okkur og segja frá hérna hótelinu og hótelrekstrinum og hann ungur maður, hann búinn að gera margt. Við erum eiginlega að byrja á byrjuninni, hérna, þú eiginlega að segja frá út af hverju þú ert hér. Já, það var nú bara þannig að ég alin upp hérna frá því ég var 4 ára og kláraði gagnfræðaskóla hérna. Og þá pabbið sem var prestur hérna? Hann var prestur hér, já. Hvað mörg ár? Hann var prestur hérna í 12 ár. Séra Jakob? Já. Hvers var hann aftur? Hjálmarsson. Já. Og svo flytja þau suður, pabbi tekur við Dómkirkjunni. Hann var prestur þar lengi líka? Já. Og svo þegar gagnfræðaskólinn er búinn þá fer ég í burtu og fer ég bara í nám og vinnu og svo framvegis og það nú einhvern veginn alltaf kýtla að koma aftur vestur og árið 2010 var auglýst hérna staða bæjarstjóra sem ég sótti og fékk og ég var bæjarstjóri hérna í 4 ár fram að síðustu kosningum en í millitíðinni meðan ég hafði verið bæjarstjóri þá hafði okkur svona hjónum boðist að kaupa hérna hótelið þannig að við gerðum það og það var alltaf hugmyndin þá að þegar bæjarstjóratíð minni lyki þá myndi ég fara í þetta sem að ég gerði þá daginn eftir kosningar. Já, þetta náttúrulega pólitískt allt saman að vera bæjarstjóri hérna? Já, það var einhvern veginn þegar þetta tækifæri kom að kaupa hér þá hvarflaði aldrei að mér að vera áfram bæjarstjóri. Það hérna í litlu samfélagi getur ekki setið kannski á 2 stólum. En ég söðla nú og reyndar í bæjarstjórn í staðinn en ég náttúrulega ekki að stýra sveitarfélaginu þannig að það passa svona betur saman mínum mati. Og ég heyrði á þér að það hefur verið gríðarleg uppbygging á mjög stuttum tíma og líka ferðabransinn, hann í svakalegri aukningu eða það er mikið aukning í gangi. Já, það hefur búið að ganga bara alveg ótrúlega vel. Við opnuðum hérna nýtt hótel í 2 áfengum, hinum við götuna árið 2013 og 2014 og svo erum við náttúrulega... Hvað heitir það? Það heitir Hótel Ísafjörður Horn. Við erum núna hérna á Hótel Ísafjörði Torg og svo rekum við á sérleyfi fyrir flugleiðahótel, Hótel Eddu upp á heimavistinni á sumrin og svo erum við líka með 2 gistihús hérna þannig að þegar við erum í fullri opnun á sumrin þá erum við með 140 herbyggi og getum hýst hérna á 400 manns á sólarhring. Já. Og svo sagðirðu mér líka að það væri bara vona á frekari uppbyggingu. Þetta náttúrulega sögufrægt hótel hérna, byggt 1982 og síðastliðinn vetur tókum við í gegn hérna 22 af 36 herbyggjum. Það var reynda búið að taka hinn herbyggin áður en við endurnýjum þau algjörlega þannig að þau eru bara eins og ný. Og nú komið svona meira sameiginlegu aðstöðunni, við ætlum að vonandi að fara í það núna að stækka hérna matsalinn og veitingaaðstöðuna, koma upp svona bar og kaffihúsi og svo draumurinn líka að koma upp pottaaðstöðu og spaði ofan á húsinu. Þannig að þetta allt í vinnslu og verður vonandi að hluta til opnað núna næsta vor. En þá ég síðar en fyrir sumarið þar og eftir. Já, þú kvartar yfir því þetta skeður svo hratt að þú hafir ekki bara tíma til að undirbúa þetta og teikna þetta og vinna þetta. Já, það bara ekki því miður sem betur fer. Lúxusvandamál. Já, verið svolítið þannig að það svona dettur niður traffíkin hjá okkur kannski í nóvember svolítið. Desember mjög góður og mikið ekki í jólahlaupum og veitingum. Þannig að það í raun og veru svona bara janúar og febrúar sem orðin svona dauður tími til þess að skipuleggja og svo það náttúrulega auðvitað svona pínu viðfangsefni í svona árstíðabundnum rekstri það það að sumarkrakkarnir náttúrulega fara miðjan ágúst í skólanáttur þannig að það kannski orðið svona mesta törnin fyrir fastráðna starfsfólki september, október, apríl, maí og náttúrulega svona viðfangsefni. Við erum náttúrulega hérna með rúmlega 60 manns í vinnu í júlí, 10 á veturnar
Þannig að svona fyrir okkur sem að þessu standa þá eru svona axlar mánuðinir langmest að gera. Heyrðu, ég spái mitt rosa aukningu núna árið 2016. Nóg gistirými hérna á Ísafirði? Sérðu meiri mögulega að stækka ennþá meira eða sérðu það fram á það? Já, ég held að það sé engin spurning. Það kemur að því að við þurfum að fjölga herbergjum. Við erum náttúrulega líka í þeirri öfundsverðri aðstöðu að það eru náttúrulega að koma mjög margir til Íslands og verkefni okkar er þá tvíþætt. Það er annars vegar að auka hlutdeild okkar í þeim sem eru að koma til Íslands og hins vegar þá að færa út kvíarnar og bjóða upp á meiri afþreyingu og svo framvegis. Og þetta held ég sé vel gerlegt með tilkomin Dýrafjarðarganga sem koma núna 2020 í notkun. Og þá verður orðinn hérna Heilsársvegur og sem ég hef nú vilja kalla Hringveg númer 2 Vestfirði. Og þannig að það er ekki bara þannig að það sé að koma margir ferðamenn til Íslands, heldur eru Vestfirðar að sækja mjög mikið í sig veðrið. Og ef að það ganga eftir það spár til þess sem að Arion banki kynnti, að þá reiknast mér til að það vanti 100 hótelherbyggi á Vestfirði til þess að bara halda sömu nýtingu. En svo náttúrulega ætlum við okkur að auka markaðshlutdeild okkar á íslenska markaðinum og ég held að með svona pottaðstöð hérna og breyta svona þessu hóteli í svona destination. Já, með svona luxus. Já, það kemur svo og Búðum og hótelin á Siglufirði að þá er ekkert sem toppar þetta, koma vestur á Ísafjörð og sitja hinn í pottinum á 5. hæð og horfa við pollinn og norðurljósin. Þannig að þú sérð möguleikana rosalega hér. En aftur sko hérna, þú veist, þetta er búið að vera núna, þú keyptið hvað fyrir 1,5 ára síðan? Nei, ég byrjaði að vinna hérna fyrir 1,5 ára síðan en við keyptum árið 2012, þannig að það er að vera komin 4 ára síðan. Þetta líður svo hratt. Og hvað, var það þá bara Hótel Ísafjörður? Eða ef maður segir bara þetta hótel sem eru hvað mörg herbyggi, 40-50 herbyggi? Já, við erum með 36 herbyggi hérna. Við reyndar rekum þetta allt bara á einni kennitölu. En inn í því var líka þá þessi 2 gistihús sem við hefum og sérleyfi samningurinn við Fluglega hótel. En við opnum nýtt hótel með 24 herbyggjum sem við erum búin að reka þá í 3 ár en í raun og veru bara 2 sumur alveg með fullri opnun, 24 herbyggjum. Og nýtingin eins og þú sagðir þarna, þú veist það er rólegt í janúar og febrúar, nýtingin á Ásgrundið, hún alveg bara fín? Við settum okkur það markmið þegar ég tók við 2012 að fyrsta verkefnið væri að auka nýtingun á sumrin og þegar við keyptum var það bil 70-75% nýting hérna frá 15. júní til 15. ágúst, það var ekki lengra en það. Á síðasta ári voru við með á tímabilinu 1. júní til 1. september yfir 85% nýtingu og náttúrulega þetta 60 daga tímabil nánast 100% nýtingu. Þannig að við náðum því markmiði strax fyrir 2 árum síðan og núna er þá í raun og veru kannski svona svolítið verkefni ársins í fyrra að fjölga þessum mánuðum, að horfa frá páska og til 1. nóvember og það er algjör viðsnúningur í því að mjög mikið að gera þetta bæði september, október, apríl, maí. Og þá erum við svona svolítið komin að því núna að fara að tekna inn viðburði helgar og veturnar. Þannig að við séum svona þéttar aðeinar þó að vera þá kannski með svona góða nýtingu í það mista helgar. En sem komið er nýtingin mjög góð, myndi ég segja, 6 mánuði á ári en veturnir draga okkur náttúrulega ennþá svolítið niður sko. En það er líka kannski allt í lagi sko. Já. En það er svona almennt með hótelbransan og í Reykjavík og ég var nú að tala við hann Ella á hérna Hótel Vík. Já, og það var bara, þú veist, og svo var ég líka að tala bara fólk hérna allstaðar á Suðurlandinu, það er bara rosalegur viðsnúningur bara á 1-2 árum, þannig að það er mjög bjart yfir veitinga og gistuhúsa menningu á Íslandi. Já, það er mjög bjart yfir, það er mikið að gera og það er náttúrulega ekki alveg kannski skila sér í sama mælu og það er á Suðurlandinu hingað, þar sem að manni heyrist í Reykjavík og Suðurlandi er náttúrulega bara góð nýting allt árið. En ég held að það sé líka vert að hafa í huga að það hefur ýmislegt breyst í rekstrarumhverfinu. Það var hækkaður virðisaukaskatturinn á gistingu úr 7% í 11% sem að fyrirtæki náttúrulega þurfa að koma út í verðlagið, það tekur sinn tíma. Evran hefur gefið mjög mikið eftir og flest hótel selja mikið í evru
gefur eftir, hvað það á íslensku? Ég meina, það styrkist og þá það dýrara fyrir útlendingarna að koma hingað. Já, í raun og veru að því að við erum að selja í evrum, að þá erum við að fá minna fyrir hótelherbyggi þegar við erum búin að, í íslensku krónum, þegar við erum búin að gefa út verði í evrum. Óhagstæðar semst fyrir okkur. Já, og að því að við erum í raun og veru í útflutningi. Og svo í þriðja lagi náttúrulega voru gríðarlega launahækkanir. Það voru 15-20% launahækkanir. Við erum með þannig samsetningu af starfsfólki að það margir í svona lágum launatöxtum, ræstingafólk og aðrir, þannig að það voru mikla launahækkanir, þannig að þrátt fyrir þessa miklu aukningu þá held ég að sé alveg viðfangsefni hjá mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum að halda afkomunni. Já, og líka á móti það þá farið miklu betri nýtingu, þannig að þetta helst svolítið í hendur. Já, ég er að segja það sko, þannig að ef það hefði ekki verið fyrir það þá þessa miklu söluaukningu þá væri nú ekki alls það bjart yfir sko. Heyrðu, eldhúsmeistarana, við komum inn aftur og eftir, við erum staddir hjá honum Daniel á Hótel Ísafirði. Komið þið sæl aftur, áhorfendur góðir, eldhúsmeistarana INN. Við erum stödd hérna á Ísafirði hjá honum Daniel og hérna við erum að fá fróðleik hjá honum og hann svona félagsmála pakki, hann þekkir allt og alla og hvað, ertu í félagsmála samtökum Vesturlands? Ferðamála samtökum Vesturlands og sem náttúrulega bara svona samtök þeirra sem að starfa í ferðaþjónustu á Vesturum og mikill gangur í því og skemmtilegu félagskapur og náttúrulega allir fullir af jákvæðni þar. Já, svo kom mér óvart að því ég keyrði hérna yfir og er búin að fara hérna yfir, þetta voru rosalegir fjallvegir upp og niður hérna niður á Patró og svona, mér varst þetta svolítið magnað, en svo var búið að tala um það að vegirnir væri svo slæmir frá Patró og af Bjarkálendi, mér varst þeir bara fínir, það var fullt af vinnuvélum og ég var búin að keyra hérna áður því að ég var í sveiti í Skáleyjum, hann að ég þekkti þessa vegi svolítið. Hver er staðan á svona? Sko, ég þreytist aldrei á því að tala um vegi á Vesturum og þetta náttúrulega er þetta búið að vera eilífa baráttumál og verður kannski alltaf vegir, við viljum alltaf betri samgöngur. En það sem mér finnst vert að hafa í huga er að þetta er svona eins konar þríhyrningur, þannig að ef til dæmis Reykjavík var í einu horninu, þá er Ísafjörður í öðru og Patreksfjörður í hinu. Og leiðin sem sagt Reykjavík Ísafjörður er öll orðin malbikuð og er í raun og veru bara nýjustu vegir landsins og er bara mjög greið og mjög vilt að keyra bara á 5 tímum Reykjavík Ísafjörð. Svo ertu með leiðina sem sagt Reykjavík Patreksfjörð sem er orðin sem betur fer að mestu malbikuð fyrir utan Teigskóg sem ég held að allir þekki að sem að vegagerðin fær ekki að fara í gegnum og hefur verið stopp út að lögfræði þræddu í langa tíma en engu að síður hefur náðst mikill árangur þar og vegurinn Reykjavík Patreksfjörður orðin alltaf miklu betri. Og er Baldur ekki líka mikið notaður? Og svo úr stykkið svo með náttúrulega Baldur. Svo er það sem sagt það þriðja leiðin sem er þá milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar og ég segi nú stundum sko að það er eins og við séum Suður-Kórea og Patreksfjörður Norður-Kórea því að vegurinn hér á milli er mjög lélegur og er í raun og veru allt og lítil samskipti milli norður- og suðursvæðis Vestfjarða út af vegsamgöngum, það er lokað hérna bara stóran hlutu úr ári þegar fer að snjóa. En sem betur fer að þá á að bjóða út jarðgöng undir sem Hrafnseyrarheiði næsta ár sem er 3 ára framkvæmd. Þannig að árið 2019 til 2020 erum við að taka þá í notkun nýjan veg hérna á milli, heilsársveg. Þannig að það er náttúrulega ótrúlega tækifæri í því fyrir ferðaþjónustuna og mun koma okkur vonandi enn betra á kortið og ég sé ótal tækifæri því að við finnum alveg fyrir því að traffíkin dettur hérna niður svolítið leið og fer að snjóa. Ég var að tala líka við hótelið á Patreksfirði og það er hérna, skal ég segja, Fosshótel og það er vanda og þeir nýbúin að byggja þau upp.
þeir sögðu mig það að það væri bara betra að hafa 2 svona flott hótel hérna og þess vegna væri betra að fá annað flott hótel líka svona í þessum klassa. Jú, það bara þannig, sameinaðir stenduver, sundraðir pölluver og fólk náttúrulega hér á hringferð og flestir sem koma að gista hjá okkur á sumrin eru annarkvort á leiðinni á Patró eða það svæði eða komaðan. Þannig að þetta svona heppileg vegalengd að fara á einu degi með skoðunarferðum. Þannig að ég tek algjörlega undir það. Það gríðarlega mikilvægt að svona ferðaþjónustan byggist svona svolítið samhliða upp. Núna kannski svona viðfangsefni hjá okkur líka að bjóða upp á meiri afþreyingu svona á tímabilinu. Það margt í gangi á sumrin en svo loka menn þegar svona traffíkin dettur aðeins niður 1. september. Þannig að ég held að það skipti til þess gríðarlega miklu máli hér á Ísafirði að fólk hafi eitthvað að gera svona þegar komið fram á haust. Svo sagður mér líka í þessu sambandi hérna að það væri að vera að lengja tímabilin sem sagt frá páskum og aðeins fram í október og það eru svona skemmtilegi viðburðir eins og aldrei fór í suður og Mýraboltinn og það hafi verið sniðu eins og í þessum ferðamálum að koma með svona nýjungar. Já, aldrei fór í suður sem alltaf með páskana, svona mótar eiginlega upphafið að sumrunni hjá okkur. Að eftir páska traffíkin bara komin á fínt skrið. Nú Mýraboltinn þekkt stærð verslunarhelgina en svo eiginlega kannski það sem að verða stærsti viðburðurinn Fossásgangan sem skíðaganga sem fer alltaf fram helgina apríl og maí og það í fyrsta sinn uppselt í hana núna, við erum með 1000 keppendur og þar af 500 útlendinga. Já. Þannig og það eiginlega svona svo helgi hjá mér sem mest að gera. Við erum uppselt núna 4 ár fram í tíman, bara eins langt og við þorum að bóka og erum með miklu meiri gistingu heldur en bara á okkar hótelum. Við erum að leigja íbúðir út allan bæ. Þannig að það sýnir okkur að það svo margt hægt að gera. Við þurfum bara að búa til fleiri svona viðburði og í raun og veru kannski að hafa bara febrúar og mars undirlagað undir svona alls konar viðburði. Hvort sem menningar íþróttir eða hvað sem En gera meira út á skíðamenninguna. Nú eru þið þarna og þú gamall skíðakappi sagði mér, færasti á Íslandi sagðirðu? Já, ég keppti hérna á mínum yngri árum og ennþá til dæmis mikið að kenna og til dæmis núna hérna að koma 40 reykvískar konur að læra á gönguskíði hjá okkur og þær gesta hérna á hótelinu og ég held að það séu mikil tækifæri í gönguskíðunum. Hérna náttúrulega bara mikil vakning á Íslandi í gönguskíðum almennt. Mjög margir farnar stundar til Reykjavík og svona og eru svona góð aðstæða upp í fjalli til að vinna með þannig að þetta verður alltaf að spila saman. Já, það er algjörlega frábær aðstæða hérna og við erum núna og nú snjór og allt. Já, við erum með snjógirðingar og snjóbyssur og getur svona eiginlega verið örugg með snjó frá 1. nóvember til 1. júní á gönguskíðasvæðinu okkar. Frá hvaða tíma segir? 1. nóvember til 1. júní. Já. Þetta það mikill hæð og við söfnum snjó og pökkum honum og svona þegar daginn fer að lengja svona upp úr þessu þá tróðum við lengri brautir og hingað kemur fólk árið í stóru stíl til þess að fara á gönguskíði en við erum líka með frábært sögskíðasvæði, við erum með lengstu brekkur á landinu held ég, ekki margir sem vita því og ég raun og veru algjörlega magna sögskíðasvæði og svo það kannski þá samspil þessara tveggja þátta sem þá fjallaskíðin þar sem fólk að labba, setur skinnið undir skíðun og labbar upp á fjöll og tekur skinnið undan og rennir sér niður og hingað kemur líka fólk í stóru stíl í þeim efnum og það eru meðal annars 2 fyrirtæki sem gera bara hreinlega út á það annað sem á skútu var nú reyndar að kaupa nýjar og stærri skútu og siglir hérna Hotstrandir á vorin með fólk borð í skútunni sem á fjallaskíðum á daginn, algjörlega frábært pródúkt. Þannig að það eru víða tækifæri. Herðu, en svona í lokin að því við erum nú stödd á Hótel Ísafirði, þú voru að mæra aðeins hóteli hjá þér, menna, þú ert nýbúin að taka þetta allt í gegn og herbyggin og svona maður bara lýst aðeins hótelinu betur svona, hann við erum svo heppin og með ekki Íslendingar koma líka. Við erum svo heppin á INN að það eru nú bara Íslendingar sem að horfa á þáttinn hjá okkur og eru þeir ekki svolítið að koma til þín? Jú, við leggjum mikla áherslu á það að hingað koma til dæmis oft kórar eða félög eldri borgara eða alls konar ráðstefnur, hvers konar sem það er og á síðasta ári var staðista ráðstefna sem voru með 670 manns í mat. Já, Landsbjörg, hver ekki?
og það var bara piece of cake frétti ég maður, kokkarnir hérna afgrötu 700 manns, svo ekkert veri. Já, við vorum með 9 kokka í vinnu það kvöld og hérna 40 manns og svo alveg niður í 10 manns, þannig að við erum rosalega góð í svona ráðstöfunarhaldi. Við erum með frábæra kokka og mjög góða veisluþjónustu, mjög góða aðstöðu til þess að bjóða upp á fundi allt frá 10 manns upp í, eins og ég segi, 600-700 manns. Þannig að við erum mjög spennt fyrir því og að fá einmitt, eins og ég segi, svona hópferðir, eldri borgara, íþróttafélög. Þið eru með alveg sami til að taka á móti þessu bæði í mat og halda ráðstefnurnar, ekkert vandamál yfir vetrum og allt. Já, við getum tekið 120 manns hérna í þennan sal sem við erum hér og svo eru salir hér út allan bæ, allt frá kirkjum upp í menningarhús og tónlistarsali sem við getum nýtt okkur og frímúrarasali og hvað þetta allt nú heitir og íþróttahús. Þannig að við notum bara það hús sem hendar í það skipti og getur svo boðið upp á aðþrengu þessu á milli. Fólk getur farið á kajak eða skíði eða gönguferðir. En eru menn ekkert hérna hræddir við veðrið hérna og vera innlyksa? Sko, í verstamánuðinu sem í janúar eru 80% líkur á að komast með fluginu. En ég vil nú ítreka það að það er svipað að keyra Reykjavík-Ísafjörð eins og Reykjavík-Akureyri. Það munar það byrja hálftíma í akstri. Þetta eru sambærilegi vegir og mýtan slæma vegi á Vestfjörðum á ekki við leiðina Reykjavík-Ísafjörð. Og þeir segðu það líka sko að Hellisheiðin væri meira lokuð heldur en Holtavörðuheiðin. Þetta er bara sama dæmi. Já, og það er vissulega þannig að maður er hérna sko kannski lengur á milli bæja. Þú keyrir á Hólmavík og frá Hólmavík til Ísafjörður eru 230 kilometrar og það kemur ekki að bensínstöð og ekki gegnum bæ, þannig að þú er kannski svona stundum fær maður símtalið, ég er í einhverjum helvítisfirði, veit ekkert hvar, veit ekkert hvenær ég kem en veginir hérna eru mjög góðir og að komast hingað hvort sem er að vetri eða sumri til er afar lítið mál. Og svo að lokum hérna Daniel, ég heyri það er Bjartmaður, þú ert í ferðamála samtökum og hérna, þú veist, það er rosalega jákvætt yfir þessu. Við erum búin að vera að heimsækja fullt af stöðum hérna á Vestfjörðum og kemur hvað þetta er harðduglegt fólk. Hvað segir okkur næstu 5 árin? Verður ekki bara svakalega ríkur? Jú, hamingju. Já, ég meina, auðvitað náttúrulega gengur út á það að græða penning. Það er alveg, en þú græðir ekki penning nema að standa þig og vera á tánum og vera með alla með þér. Já, og þú er að taka áhættu. Það er stöðnunni dauði, er það ekki sagt? Jú. Og við þurfum að sækja fram og við þurfum að muna það að það er enginn að fara að gera þetta fyrir okkur. Það eru bara við sem erum hér sem þurfum að sækja fram. Við þurfum að fá hugmyndir, við þurfum að hrinda við framkvæmd. Við þurfum að taka vel á móti fólki sem er hérna, búa til störf og svo er náttúrulega að hafa samfélag hérna sem fólk vill búa í. Þannig að við getum fengið gott starfsfólk. Og það er bara verkefnið og bara skemmtilegt. Og við eftir 5 ár verða hérna örugglega 2.000 fleiri ferðamenn heldur en að koma í ár. Það er mín. Við komum heimsókn eftir 5 ár og hermum þetta upp á það. Ég spái því að þetta gangi rosalega vel hérna og við þökkum honum Daniel mikið fyrir að gaman að fá að koma til hans og fá svona innsýn inn í þetta. Takk fyrir. Takk fyrir sömuleiðis.